Þakka kærlega fyrir. Ég held að ég get nú ekkert sagt að ég hafi neitt sérstaklega gaman að þessu, en það jákvæða bara síðan að ég var að spila, þá hefur þetta aukist mikið og sem bara jákvætt, góð umfjöllun fótboltann alltaf mikilvæg, málefnaleg, já, oft á tíðum það. Þetta svona bara beggja blands, oft getur nú verið málefnaleg og góð og líka á þess á milli þetta bara tóm þvæla, en segja menn ekki þetta að öll fjölmiðlað umfjöllun sé jákvæð. Þannig að ég held að þeir sem standa í þessu, þeir séu nú að vinna þetta eftir bestu getu og reyna að gera þetta vel. Mér finnst þetta frábært og alltaf gaman að koma hingað. Við höfum alltaf verið með leikmennina í mat og ég hef komið og haldið tölu og góður andi í þessu húsi og ég meina maður líka bara, það eru margir stuðningsmenn annarra liða og svona kannski líka þeir sem að koma að öðru liðum. Þeim finnst gaman að koma og flott og vel haldið utan þetta og skiptir bara gríðarlega miklu máli fyrir klúbbinn. Það ekki nokkur spurning. Maradona. Það Maradona? Já, það ekki. Verður maður ekki að segja það. Maður ólst upp á þeim tíma. Það kannski ekki hægt að taka sér til fyrirmyndar í einkalífinu, en fótboltalega séð var hann náttúrulega stórkostlegur og frábær leikmaður. Og svo auðvitað líka var í svona þessar, hvað segir maður, eldri daga, þá var þegar Bjarni Fel var að lýsa vikugönnuleikjum á RÚV, þá var Trevor Brooking. Já. Það vita, já, nú hef ég myndið að ræða þetta við Kristinn Freyr núna í vikunni og ég nefndi nafnið Trevor Brooking og hann var bara hvernig þetta tala og þannig að það er ekki allir sem þekkja hann. Mest hann góðsönduna? Já, en hann var svona svolítið langt á undan sinni samtíð í enskum fótbolta og ég meina enskur fótbolti náttúrulega svolítið rótgróinn á Íslandi og þannig að við getum sagt fótboltalega sé þessi tveir. Þessi tveir? Þá verði þetta að spyrja þig með einhvern í enska? Ég held með vestan. Þú ert vestan? Já, ég meina. Já, það bara svoleiðis. Trevor Brooking, hann bara seldi mér þetta. Það seldi þetta? Já. En ég ætla að taka það fram, ég sef alveg yfir þessu. Ég ekki svona, að spá neitt rosalega mikið í þetta. Þetta fylgir sér með úrslitum og svoleiðis og reynir að horfa á leiki eins og ég held að ég reynir nú að vera svona tiltölulega rólegur og einbeita mér því að svona reyna að sjá hvað að gerast í leiknum. Ég held að sé mikilvægt það er mikilvægt fyrir mig og held ég þjálfara yfir höfuð að svona vera svolítið rólegur og hafa svolítið heildarsýn yfir það sem að gerast inn á vellinum. Ég held allavega það þannig hjá mér að ef ég fer að æsa mig mikið yfir einhverjum hlutum inn á vellinum að þá svona missi ég svolítið heildarsýn á það sem að ég er að gera. Ég held að það sé svona kannski hluti sem hefur hjálpað mér í þjálfunum og í leikjum. Það er svona að reyna að vera að æsa mikið og mikið. En svo ertu náttúrulega með aðra þjálfara sem að reyna svolítið að æsa upp í manni og ég man eftir því þegar Willum og Gummi Ben voru með Blikana og það var einhver leikur í Kópavoginum og ég og Willum náttúrulega erum miklir
miklir mátar og hann náttúrulega byrjaði að æsa upp í mér og ég náttúrulega, hann bara sauð á mér á staðnum og við fórum hann og rifist eins og hundur og gottur, bara eins og á að gera og svo bara eftir leikinn var það allt búið en svona, ég man eftir því þegar ég kom heim eftir þann leik að ég hugsaði með mér, djöfull kallinn taka það eitthvað. Þannig að ég reynir svona að passa það. Herðu, ertu klár? Já. Síðasta bíómyndi sem þú sást í bíó? Hvað er hugmynd? Jónas í Val. Hvernig er hann? Hann er toppmaður. Fyrsta sem Heimir Guðjónsson gerir á mótnana. Fallegt. Hendi einn grjótharðan kafbóla. Hvað áttu marga vini á Facebook? Ekki hugmynd, en ég er sennilega eitt slakasti maður á Facebook, þannig að það er ekki mikið að marka það. Hvenær á Heimir afmæli? 3. apríl. Hvað fékkstu í afmælisgjöf? Hvað var svona annað, hvað fékkstu í afmælisgjöf? Afmælisgjöf, ég fékk nýjan síma í afmælisgjöf. Heyrðu, þú átt að elda heima í kvöld. Hvað verður fyrir valinu? Við byrjum þetta að fara í kjötkompaniið og förum í nautalundina, rannsósuna, kartöflur og svo er alltaf mikilvægt, segir fólk að vera með eitthvað svona með, þannig að þá hendi ég í gula baunir og loka sjoppinu, ekkert gras. Og opna augun, síðasta spurningin, opnunleikurinn mútið KR, hvernig verður hann? Ég held að vera hörkuleikur, KR-liðið gott, rútínerað, góðan þjálfara, hlutverka skipaninn á hreinu, en við verðum klárir og að sjálfsögðu ætlum við að byrja þetta vel og vinna þennan leik. Nei, mér finnst hópurinn vera svona, við erum búin að vera duglegir aðeins. Já, ég bara spóið þessum leik ekki bara heilt inn, ég veit að það er fórst í þann dag. Og auðvitað er þetta þannig að þú með lengsta undirbúningstímabil í heimi, svo bætist COVID við, þannig að maður finnur það á hópnum að menn eru spenntir og vilja fara að byrja þetta. Sko, ferlið er náttúrulega miklu lengra, sko, en það er gríðarlega mikilvægt að maður leggi ástúð í þetta. Það er lykilatriðið. Þá verður þetta alltaf gott. Alltaf gott. Já, sama þó að þú klúðrir þessu aðeins, ef ástúðin er til staðar, þegar maður er í matargerð, þá verður þetta alltaf gott. Þannig að, eigðu benn. Og tók að gamla það eða þú vill. Já. Ástríða. Ástríða. Nei, mínir dagar eru taldir í að spila, en ég geti dottið í eitt reit. Ég er búinn að sjá alla þættina. Hvernig finnst þetta? Mér finnst þeir mjög góðir og kannski svona rauði þráðurinn svolítið í gegnum þættina er bara þessi vilji sem hann hafði til að vinna og hvað hann var tilbúinn að leggja á sig til að ná því og ég held að þetta sé bara skyldu áhorf fyrir alla sem að koma nálægt íþróttum. Já, bara eins og alltaf að stuðningurinn er gríðarlega mikilvægur og stuðningur getur hjálpa mönnum í leikjum og hjálpa til við að mótivera menn og ég ætla að vona að fólk flykkist á völlinn og styðji við liðið sitt. Takk fyrir spurningur, gangi vel. Sömuleiðis takk.